Halló? Halló mamma. Já, þetta ég. Já, hann líka vaknaður. Ég veit að hann á ekki að byrja að vinna fyrir hann eftir 2 daga. Já, mamma. Ég byrja á morgun. Auðvitað man ég það. Jú, mamma. Við erum búin að gera þetta. Svo lengi sem ég man eftir mér. Nei. Og erum ekkert að hætta. Nei. Pappa? Nei, ég hef ekkert heyrt í honum. Nei, mamma, ég veit ekki hvar hann er. Sennilega bara sofandi, þú veist hvernig hann er orðinn. Ok, mamma, við pössum okkur. Nei, það sér okkur enginn. Já, ekkert mál. Bless. Elsku þig líka. Hún hringir á hverju ári. Á morgun hringir Nörli í mig til þess að vera vissum að ég gleymi mér ekki. Hvernig fór það í öll þessi ár? Áður en gemsandi komu. Var hann ekki bara meira heima þá? Það þurfti ekki að hringja og hún bara kom að reiða okkur upp á rassgötunni. Það er satt. En fötin voru komin allt klárt. Og það ekki. Jú, ég held það. Eru þið ekki í skápnum? Jú, þarna. Stífpressu og fyrr og stífvel í bóðið. Og Dóti líka? Já. Kartöflunar? Þær eru hér. Gott. Hefur eitthvað heyrt frá hinu strákunum? Bræðrum okkar. Já, þeir sem hérna fóru undan okkur. Nei, ekki neitt, en þú? Nei, ég ætla kannski að heyra í þeim stila það. Sæll. Hvað heyrðu? Nú, það er ekkert annað. Hver er þetta? Nei, hvað er þetta? Og Djúpavogi? Í sveitinni þar? Djöfull ertu heppinn, maður. Já, ég veit. Þessi biðtími getur verið alveg ferlega leiðilegur. Ég veit. Já, ég kannast við hann að bara mæli við göturnar á meðan. Já, flott hjá þér, bró. Já, við sjáum sko þetta. Það er blöðar. Hvað er hann að bræða? Hann datt nú aldeilis í vikum báttur, maður. Kom sér bara fyrir hjá konu út í sveit og bara chilla þar þangað til hann þurfti að snúa aftur. Ég vona að ég verði svona heppinn, sko. Ís. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann er svona heppinn. Var það ekki hann sem var á vannbúðinni hérna árið? Jú, það var hann með útlensku kenningunni. Ég reyndi svo árið eftir að komast þangað inn, en þá var fullt af sjómönnum að sunnan. Ég átti fótboltabílum fyrir að leita. Er það ekki bara kannski út af því að hann er alltaf fyrstur á svæðið? Það er ákveðin óreglandi fólkin í því. Ef var hann að breyta þessu, fara í stafrófsröð? Já, það er þú síðastur, eða ekki? Öfugast árið sem þá skiptast á að vera fyrstir. Nei, hún gamla myndi nú aldrei samþykkja það. Það er sterk hefðin í henni. Hefðin
gefðin. Það má alltaf breyta hefðum. Er ekki til ljóð og sögur þetta, minnisvísur og hvaðina svo að fólk munir öðina? Það er ekki lengi að henda saman einu kvæði fjölskylduna. Pabbi er alltaf eitthvað. Og ég vona nú ekkert að þið hafi komið fyrir almannasjónir. Þá verið út okkur. Það er rétt. Sérstaklega ljóðin hans í seinni tíð. Mamma er stundum alveg brjáluð við hana og það vorkennir honum, skal ég segja þér.